Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið sæl og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér ung kona, Sóley Lóa Smáradóttir, nemi og pislahöfundur. Já, mætti segja. Já, það laust í símaskránni. Já, svo sannarlega. Þú skrifaði grein sem hefur farið víða, grein sem kom út á laugardagskvöldið og hún náði miklu flugi á sunnudaginn og í gær. Þú ert að tala, þar sem þú ert að tala rasisma. Og þú talar fordóma bara frá fyrstu hendi, fordóma sem þú hefur orðið fyrir og veltur upp spurningunni hvers vegna í ósköpunum þetta í þessu samfélagi. Og þú talar líka það sé ákveðni fordóma fyrir ungu fólki og fyrir því sem að þau hafa að segja og þið. Og hvernig hafa viðbrögðin við pislunum verið? Já, það bara ótrúlega mörg ummæli, bara svo góð og þetta virkilega hefur opnað augu fólks, og það þetta bara sem ég langaði að gera, en síðan einhvern veginn flæði yfir mann og ég gleymi að ég sé alvöru manneskja og það síðan að láta sjá mig á götunni. Þannig næstum ég bara gera þetta í dulnefni. Já, ertu að lenda í, fólk að nepa í þig? Já, það alveg að gerast, það frábært. Já, og þetta hefur greinilega fólk að opna augundaldi og að hugsa núna tvisvar án að segir eitthvað, því að það ekkert það ekkert augljóst hvernig þessi rasismi kemur fram eins og ég sagði í greininni, að spyrja hvaðan ertu í alvörunni, skilur, ég sé mig ekkert annað nema Íslanding. Þannig, já, það bara æðislegt hvernig fólk að taka þessu, finnst mér, Og einmitt, og þú talar það í greininni að það eru ýmsa birtingamyndir einmitt, eins og þetta sem þú segir, hvaðan ertu í alvörunni og svo þetta með íslenskuna. Ég veit fyrir víst að þú talar betur íslensku en ég, allavega. og hefur gengið betur í íslensku í skóla heldur en flestu sem við þekkjum. Þannig að þetta eru smá áreiti, það ekki kallað það? Jú, akkurat, microaggression á ensku. Jú, ég hef orðið mikið fyrir því, frekar en einhverju öðru, bara eitthvað vera sótt í skólan og þá alltaf hvar alvöru mamma þinn og hvort að mamma sé að koma að sækja mig og ég held bara mamma hérna, skilur, hvað? Þetta bara mamma. Og ég mér finnst það svo furðulegt alltaf að fólk fatt ekki að ég sé ættleitt eða skilur, ekkert bent furðulegt, heldur bara að því mér finnst það svo sjálfsagt. Og að það sé hægt að vera ættleitt og þá að það sé dökk manneskja sem á hvíta foreldra. Því að ég hef alveg fengið þau ummæli að ég bara fara aftur til Afríku og ég þekki nú ekki neitt þar, og síðan hugsa ég bara veistu, ef einhver ætlar að vera reiður út í mig fyrir að vera hérna, þá var bara að ræða við foreldra mína, því að þau eru nú þetta sem sóttu mig, en ef þú horfir á þau, þetta er nú bara venjulegustu Íslendingar sem þú getur fundið. Þannig þá bara að stoppa mitt mál þar, en hjá öðrum krökkum með þetta sem eru innflytjendur og foreldrarnir líka, það eru þetta annað mál og þau mögulega lendi allt öðruvísi aðstæðum en ég. En ég er mjög þakklátt að geta komið minni reynslu allavega út og opna augu flestra. Og þetta helst allt í hendur. Við erum að finna, og ég hef verið með marga gesti hérna við borðið sem að lýsa því að það sé hafi margt breyst núna síðustu ár og það sé orðið meira og það sé orðið sýnilegra kannski áreiti og fordómar í garð brúnna og svartra og þeir sem hafa ekki íslensku móðumáli sem eru innflytjendur. Finnur þú fyrir þessari miklu breytingu? Er það ástæðan fyrir þú skrifar þetta eða er þetta bara ákvæmst að setja bara nefan í borðið, bara nú er ég orðin 18 ára, öll mín æska, hún var lituð af þessu, nú ætla ég bara að fá að vera fullorðin kona í friði. Það var nú dálítið þannig, frekar en eitthvað annað. Ég ætlaði að gera enskuverkefni og opnaði bara nýtt skjal og byrjaði bara að skrifa niður hugleiðingar og þetta er einhvern veginn hvernig þetta kom út og ég er rosa glöð, en að einhvern veginn að krakkar séu líka krakkarnir séu að lesa þetta. Það skiptir mér miklu máli. Og eru krakkarnir að lesa þetta? Já, nefnilega. Ég fengi rosalega mörg ummæli af krakkum sem eru jafnaldrar mínir. Frábært.
og eins og ég segi í greininni að þegar það talað fordóma, rasisma eða bara einhvern veginn geðheilsu ungra barna, þá þetta alltaf 50 karlar eða skilur eða einhverjar konur og þetta allt bara Íslendingar og það tala ekki bara við krakkana bara krakkarnir að lenda í þessu og þau gangi í skólan og eru bara með fyrstu sín á máli hví að tala við einhverja PhD gráðu manneski sem að fekk einhverja Oxford gráðu fyrir 30 árum, skilur en hefur samt aldrei reynt þetta alls ekki, nefnilega þannig, þegar ég skrifaði þetta þá fannst mér ég vera einhvern veginn svona mér fannst ég vera pínu svona að ryðja brautina fyrir þá sem hafa mögulega átt sem reynslu eða líður einhvern veginn skilur eins og því einhvern staði sem ég að segja vegna þess að það er frekar erfitt að koma þessu frá sér skilur þetta er rosalega þetta er mjög persónulegt einhvern veginn þannig það fá að koma þessu frá sér líka bara dýrmætt og að fólk taki vel í þetta skilur það eru þetta Já, og þú segir að þú skrifar þetta fyrir krakka og ungt fólk sem hafa og eru í sömu stöðu og þú hafa lent í svona svip og eiga svipaða reynslu en ég myndi segja að þetta er ekki síður pistill fyrir hitt fólkið, fyrir fullorðna hvíta fólkið sem að ég þarf að vera duglegri einmitt að svona leiðrétta sig sjálft því að ég held að það tók, bara ef ég tala fyrir mitt leyti, það tók mér rosalega langan tíma að fatta að við erum öll með innbyggðan rasisma og maður þarf að vera í svona stanslausri einhvern veginn svona sjálfsvinnu við að stoppa það og það er í rauninni sko, það er ekkert óeðlilegt í samfélaginu sem að við einhvern veginn fæðumst öll inn í að því að það er byggt svolítið upp á svona rasisma en við þurfum að vera mjög meðvituð það Já. Og það eru þetta okkar forréttindi að geta það og vera meðvituð og vera í stanslausri endurmenntun og það áður ekki að þurfa þig til þess að opna augu okkar en þú gerðir það sannlega. Já, ég svona hef alveg sjálf þurft að passa mig sko eins og ef ég vitna aftur í greinina að ég sé dökkað utan en mjólkurhvíta innan og það er þetta bara það að ég er ættleidd 2007 og ég sett beint í hendur á hvítu fólki. Ég kem til Íslands, þar sem eru þetta bara megnis hvítir Íslendingar. Og ég ólst bara upp við það að vera í hvítri menningu sem að mér finnst ekkert að. Það er eins og, skilur, fólki finnst stundum að ég sé að kvarta yfir þessu. Og það er auðvitað ekki mín meining. Það eina sem ég vil er að opna auðvitað fyrir því hvað er að gerast í samfélaginu. Þetta er að gerast, sko. En ég held að fólk taki þessu dálítið sem árás. Bara svona, heyrðu, þú kemur hingað í okkar land, hver er þú að segja að við séum ekki að standa okkur? Og þá horfi ég bara dálítið svona, heyrðu, ég skilur sýnilega dökk, en afsakið, ef þú myndir setja mig fyrir aftan tjald eða spjald, þú gætir ekki vita hvernig ég er á litin meðan við hvernig ég tala. Það er ómögulegt að vita. Og það er ég ekkert að einhvern veginn sann að ég sé betri í íslensku en einhver annar maður en ég bara staðfesta þú tala mjög vandamál og þú talar um það í greinunum þú foreldrar þínir eru eldri heldur en foreldrar jafningja þinna og það sé nú svona ástæðan fyrir því þau eru líka mikið íslensku fólk svo sannarlega og svo eru svona dólgar eins og ég sem bara komast upp með að sletta og tala eins og bjánar en það er einmitt eins og segir þá það er eitt sem að ég velti svolítið fyrir mér að því að það tók mig smá tíma að einmitt, það er svona lærð hegðun hjá hvítu fólki og það er þetta að tala um að sjá ekki liti og það er svona svolítið svona, það er vand með farin vegur mjög að akkurat sko að því að það þarf ég get alveg sagt að þú ert hér ung falleg kona, svört og þar fram út í götunum að því ég sé það en ef ég væri blind á liti þá myndi ég náttúrulega bara einhvern veginn ignora það en þá væri ég að ignora einhvern veginn svona þinn reynsluheim líka út frá því er það ekki rétt hjá mér? Jú, að mestu leyti sko en ég bara auðvitað eins og ég segi aftur frá minni hlið sko mér finnst ég skilja báðar hliðar af sama blaðinu. Ég hef verið hérna, skilur, í 18 ár og það einhvern veginn að fólk taki mig í sátt af því að þeim finnst ég hafa kynnt mér íslensku eða kynnt mér málfræði eða sögu Íslands og þá sé ég tekin í sátt. Bara af hverju ekki tekin í sátt fyrir að vera
eins og hver önnur manneskja. Þannig og einmitt þó þú værir ekkert frábær í íslensku. Nei, akkurat. Og bara einhvern veginn, eins og þú sagðir hérna, að vera að ignora svona Já, segja bara, einmitt, þú veist, ég svo laus við fordóma að ég sé enga liti en þeir eru augljóslega þarna og fólk ólíkt. Ég veit að fólk þau skauta aldrei fram hjá þessu að þetta svo viðkvæmt mál og fólk aldrei frætt við að segja sína skoðanir en þessin eru skoðanir til. Bara svona halló, við þurfum bara að komast í augu við það að við erum með skoðanir á ástæðu og það eru til staðreyndir. Það staðreind að ég sé svört og það ekki eins og ég sé skilur, ég ekki að reyna að breyta mér í hvítan einstakling bara til þess að vera meira íslensk. Ég bara íslensk og fólk á einhvern veginn mjög erfitt með að samþykja það vegna þess að ég sé dökk. En eins og ég segi aftur, ef þú setur mig fyrir aftan tjald og ég tala við þig, þú getur aldrei vitað hvort ég veri innflytjandi eða ekki eða hvort ég veri bara táningur sem að tala rosalega lélega íslensku, skilurðu mig? Og síðan, mér finnst þetta að vera svo mikil negla vegna mér finnst að það sé ekki hægt að koma á móti þessu. Að ég býð ennþá eftir, sko, það var einhver sem ætla að rífa kjaft einhvern veginn og fannst rosalega furðulegt af hverju ég væri að tala fyrir þessu málefni. Og ég sagði, mér fannst þetta bara að vera sjálfsagt. Af hverju er ég að bera, af hverju fæ ég öll þessu ummæli, skilur en ég er eins og hvenær maður. Og þeim fannst þetta að vera eitthvað svona fáránlegt og ég segi bara, ef þú setur mig fyrir aftan tjald og þú heyrir mig tala, þú gætir ekki vita og manneskjan bara þagnaði. Það er ekkert hægt að segja á móti þessu og mér finnst bara einhvern veginn allir ætti að heyra þetta því að það opnar aftur augun, skilur frekar heldur þessi grein, ég myndist ekki dát í greininni, en þetta svo, mér finnst þetta mikilvægi punktur og sérstaklega líka, maður talar ekki með húðinni. Það bara, mér finnst þetta bara orð sem að ég hugsa hverjum degi. Bara maður talar ekki með húðinni og það bara ekki þannig og það Svo líka, sko, svo önnur hlið á þessu sem náttúrulega ofur áherslan á að innflytjendur læri íslensku sem svo annar handleggur og að því að innflytjendur geta líka verið með alls konar húðlit og það einhvern veginn þannig að brúnt og svart fólk það miklu verra fyrir það að hafa ekki íslenskuna heldur en hvíta Evrópubúa sem hafa kannski búið inn í mörg ára því að ég nefni ég sem dæma því ég þekki mjög marga þannig og þar birtast þessi fordómar sko og svona toleransinn gagnvart því hvernig fólk tjáir sig. Það þetta bara staðreynd, við erum mjög sýnileg og það að því að við erum dökk á hörund við sjáum miklu betur, við stöndum alltaf upp úr ef þú ert með hópa hvítu fólki, þú sérð skilur, þetta bara staðan, við erum öðruvísi, það ekki hægt að grænja við því, þetta bara þannig og eins og þú segir, þá það, þú veist, þá það það bil það sem svona skerð því úr hópi og bara ungmenn á þínum aldri. Já, en það ekkert annað þegar maður pælir út í það, þetta bara það að fólk sé hrætt við að sjá einhvern fjölbreytileika. En þér hefur alltaf verið látið með líða þannig eins og þú sérst ekki einhvern veginn partur á hópnum en af fullorðnum fólki. Ekki krökkum eins og segir í greininni. Akkurat, já. Þetta bara klárlega lærið hegðun. Ég var ekki jafn mikið fyrir þessu eins og þegar ég var yngri. Því að hvers vegna þetta trufla þig? Bara, ef ég myndi eins og græna mannesku, þá myndi ég auðvitað glápa. Skilur, það bara staðurinn. Og eins og litla lokaða Ísland, það bara staðurinn. Við erum ekki drosa mörg, þannig að sjá svarta mannesku, þetta horfir og bara svona, vá, heyrðu, ok, gaman að sjá, sem bara En einmitt, en það eru margir sem tala ég sá í einhverju kommentakerfinu að því að það hafa fjölmargir deilt greininu þinni bara inn á mínu Facebooki og ég alltaf einhvern veginn að sjá hana poppa upp og það eru svona fólk, það tekur undir hana en svo það svolítið svona í sjálfskoðun sko, í kommentunum og maður sér hversu tilbúið fólki til þess að horfa inn á við og svona, eða hversu svona stolt það og einhvern veginn ekki tilbúið til þess að taka það á sig að það hafi kannski verið haldið fordómum. En þau einmitt að spyrja, sko, þau segja svona, já, en þegar ég spyr þá það einlægt. Akkurat. Og af því að ég forvitin, hvað myndir þú segja við svoleiðis fólk? Sem að segja bara, ég bara einlægt mjög forvitin. Nei, akkurat, já. Og ég, skilur, mér finnst ég geta sett mig bara sjálfsagt í spór þeirra og það bara
mér finnst ég taka þessu, ég er nú bara orðin þreytt á þessu, en hvernig ætti þetta fólk að vita það? Ég kem því ekkert út mér að ég sé orðin þreytt á þessu. Þannig þau mjög að taka þessu sem einhvers konar skot á sjálfan sig, skilur, og það er auðvitað ekki það sem ég meina. Kannski ger ég það bara skýrt núna. En sko, já, það er líka munur hvernig þú segir hlutina og við hvað aðstæður. Já, algjörlega. Það er ekkert hægt að vera einhvern veginn bálreiður og koma þessi frá sér í einhverju kasti, sko. Þá er þetta bara hlýtar maður út eins og dýrvillis maður. En það, já, skilur, þegar fólk er í þessari sjálfskoðun, það er bara, maður verður einhvern veginn að fatta það sem þessi litli hópur á svörtu fólki á Íslandi, þá er alltaf verið að glápa á mann. Og fólk er alltaf rosa, þetta eru bara augnaráð, skilur, og maður verður alltaf þreyttur á þessu. Ég meina, ég myndi að þú setja að labba niður Laugaveginn og séu 13 manns alltaf svona glenn einhvern veginn í áttina að þér, skilur, þetta verður þreytandi. Og síðan, skilur, skrifa ég þetta og fólk er eitthvað svona, já, ég var nú bara að líta þetta, ég var bara með mína eigin skoðun, eitthvað svona. Og það er bara, við erum orðin þreytt á þessu. En það, ég veit að þetta er nú ekkert eitthvað, þetta er ekkert, ég tek þessi ekki illa, skilur, þetta er ekki dónalegt. Ég veit að þetta er ekki meint sem eitthvað svona drulla þú þér heim, eitthvað svona, alls ekki. En það er bara, ímynda að þú sért bókstaf að labba í skólan og það er einhver að horfa, þetta er óþægilegt. Og það er það eina sem við meinum með þessu. Þetta er bara óþægilegt. Akkurat. Og þetta er eitthvað sem að þú tengdi til dæmis ekki við París. Nei, nefnilega ekki. En það er rosalega mikið alls konar fólki. Það er svona predominantly hvítt samfélag, en er rosalega blandað. Mjög. Og þar einhvern veginn verður svarta brúnt fólk síður fyrir því að það er verið að góna á þau í lestinni eða bara á skólalóðinni. Já, það var nú að þetta hvað það var mikið einhvern veginn menningarsjokk fyrir mig að koma þangað, því ég var svo tilbúin að lenda aftur í að vera eitthvað svona nýja stelpan frá Afríku. Sen labba ég bara inn og ég meina 20-30% af skólanum eru, skilur, einhverjir krakkar frá Afríku eða skilur svarti krakkar og enn fleiri frá Asíu og ég veit ekki hvað, skilur. Enginn að pæla í neinum. Og það er þetta bara París stærri borg, skilur, er í meira Evrópu, fólk sækir að og allt svona, en við erum þetta lítil eyja og ég verði líka að fatta það sjálf, að missa mig ekki alveg, þannig sé. Ég myndi svo segja ekki að þú hafi mist þig, af því að við erum einmitt orðin mjög blanda samfélag. Akkurat. Það er að gera svolítið hratt og það hefur gerst bara einmitt bara á þau ár sem þú hefur lifað. Nei, akkurat, og ég hef sjálf líka bara tekið eftir því, sko, og ég sjálf glápi, skilur, ég er stundum að missa mig í þessu og síðan að því mér finnst það svo merkilegt að hafa komið hérna og síðan sjálf fengið að sjá, skilur, fjölmenningu af innflytjendum eða einhverjum, skilur, ferðamönnum og svona, og ég sjálf bara sitt stundum bara í miðbænum og glápa á fólk, bara hvaðan er þetta fólk að koma, skilur, við erum bara einhver lítil eyja hérna og það er það sem ég held að fólk eigi erfitt með að, skilur, bara svona erfitt að fatta það að, skilur, þetta er að gerast, það er staðreynd. Hvort sem mér finnst það jákvætt eða neikvætt, þetta er að gerast og mér finnst við þurfum bara að taka því og fólk verður, þeir má taka því eins og þau vilja en bara ekki vera að fá þetta við annað fólk. Akkurat, bara berum virðingu fyrir hvort öðru og þá er ég ekki að hlífa sérstaklega einhverjum hóp sem að lætur fáránlega, skilur, ég hef alveg séð fullt af innflytjendum sem að, skilur, virða ekki íslenska menningu eða virða ekki hitt og þetta en ég er ekkert að hlífa þeim, skilur, ég bara virðum hvort annað. Ég meina, við erum með eina jörð, við búum öll á henni saman. Akkur getum við ekki bara lifað í sátt og við erum á eyju, skilur, í Atlantshafinu, ofan á það sem Ísland. Bara það er að gera svo mikið vesen að vera alltaf reið út í hvort annað og vera einhvern veginn svona að pikka og ít og pota og eitthvað svona. Ég held að ég svona tali fyrir hönd, örugglega flestra, bara svona hvítra Íslendinga þegar ég segja að við viljum ekki hafa bara algjörlega aflokað alveg hvítt íslenskt samfélag. Nei, akkurat. Ég held að það sé bara, ég meina að því að það eru rasistarnir ef við förum aðeins út í þá.
þá þetta hérna Ísland þvert á flokka og svo koma hérna skjöldur Íslands og það er komið svona varúðarmerki. Þetta ég myndi segja svona rauðflögg í okkar samfélag. Svo sannarlega. Og þetta eru svona hópar sem að tala með þeim hætti að þeir vilji að hér sé hvítt samfélag, kristið samfélag og þar fram undir götunum vegna þess að þeir hræðast fjölmenningu og hafa og bera fyrir því svona alls konar rök sem eru nú yfirleitt eitthvað sem mjög auðhrakið en þetta staðurinn, þeir eru þarna og þeir eru til og þetta er hópur sem að það kemur mér á óvart hversu stór hópur þetta er svona þó hann sé ekkert risavaxinn. Þetta er stór lítill hópur. Akkurat, já. En ég sá að einhver þar deildi greininni þinni og þar var kommentakerfið, það var reyndar einhver sem sögðu eitthvað svona, þú veist, hvað, þetta sem sagt bara svona rasista síða, þannig að það voru einhverju sem var svona, já, ok, býttu, herðu, halló, ætliði að fara að hnýta í þessa stúlku fyrir að benda á það sem ætti að vera öllum augljóst. Svo voru einhverjir sem að voru svona eitthvað, já, ég meina hún ætti þá bara að fara til Parísar og þá hló ég. Já, það ekki? Jú, og ég bara, af hverju ætti hún að fara til Parísar? Já, þetta skilur, ég ekki einu sinni þótt ég sé að opna augun og bókstaflega benda á stöðu Íslands, þá ég ekki að ásaka neitt og ég ekki að segja gerð þú þetta og skilur, segð þú fyrirgefðu við mig hef ég beðið það? Nei. Ég skilur bókstaflega einhvern veginn að einblína á einhverja persónulega mannesku og beðið einhverja fyrirgefnu? Nei. Ég bara bókstaflega að opna umræðinu, bara jafn mikið og þeir eru að opna umræðinu eitthvað annað, skilur inn á þessum flokkum og já, Ísland þvert á flokka segir eitthvað svona skjöldur Íslands. Þeir eru þetta bara með sín málefni og þeir eru með sína skoðanir og aftur, við erum með skoðanir ástæðu. Þeim finnst ég mögulega að vera klikkuð og mitt mál vera bara eitthvað galið, bara já, akkurat, af hverju fer hún ekki bara aftur? Ég var fyrir hún ekki til Parísar. Nei, akkurat. Því að hún bjó einu sinni þar. Já, akkurat. Bara eitthvað svona, ef ég myndi fara í 2 vikna frí, skilur, til Kanarí, bara farið til Kanarí. Þetta er sturlað, skilur. Og mér finnst þeir mögulega bara vera með einhverja fáránlegar skoðanir. Og þeim finnst ég vera jafn klikkuð. Og ég get ekki... Hvernig á maður eiga í samtali? Akkurat. En ég hef nú bara tekið það afstöðu. Ég nenni ekki í þetta stríð. Nei. Við erum með skoðanir ástæðu og þær eru persónulegar og það er svona heit þetta skoðanir. Ég ætla ekki að fara að mata upp í þá eitthvað svona, nei veistu, nú setur þú hér og hlustar á mig tala og ég ætla að láta þig vera sammála mér í öllu sem ég segi. Og ég tek það bara ekkert á mig, en það eru sumir sem að gera þetta og eru með hann áróð, skilur. Og það er bara flott hjá þeim, það eru þeirra skoðanir og ég get alveg virt þær. Ég er alltaf til í að hlusta á báðar hliðar, því að mér finnst ég skilja báðar hliðar. Og einhvern veginn já, mér finnst bara skoðanir eru skoðanir og ég ætla ekki að fara koma með einhvern áróð, skilur og ég bara býst við að ég fái nú bara verið í friði. Þeir fá að setja sitt, skilur og ég fæ að setja mitt. En þú einhverjir hópar í samfélaginu hafa lýst yfir svona hérna það sé bakslag og nú er ég að vísa í bara hinsegin fólk og hérna ég sést bara aðri minnihlutahópar á Íslandi. Ertu ekki hrædd við þetta að gefa eitthvað svona bara svona skotmarka á þig að tjá þig bara svona opna þig svona á opinberu vettvangi? Eru foreldrar þínir hræddir það eða systkini þín eða? Nei, ég hef alltaf verið dálítið svona mikill nagli, dálítið sjálf svona innfari í þessu þetta því að ég er svo eina sem að upplifa þetta, skilur. Systkini mín, þau eru hvít Íslendingar og ég er bara dökkur Íslendingur. En þú talar í greininni að þau hafi kannski verið svona, þau var svona haft því smá í bómull þegar þú varst lítil. Guð, já, það er bara að passa upp á mig eins og sko, bara blóm, bara í einhverjum demantsboksi. Því að, já, ég auðvitað fattaði það ekki sko þegar ég var yngri, hvað foreldrar voru að gera fyrir mig og við ræddum þetta ekkert. Þetta var ekkert umræðuefni og mér fannst þetta ekki vera umræðuefni. Því að af hverju fannst mér það vera viðeigandi við mataborðið að segja, Sóley, þú veist að þú átt aðra blóðmóður, ekki svona, ég bara svona, já, en mér er sama, ég á mömmu og pappa og systkini og hund og kött og ég bara svona, halló, ég hef alltaf verið hér, frekar hefði ég verið ætlit þegar ég var 5 ára eða 10 ára, skilur, hefði haft einhverja minningar en ég var bókstaflega unga barn, ég var 3 mánaða, ekki svona, þegar ég fór í hendur foreldra minna og
ég meina þau sem hafa eignast barn vita það þegar þú fær barnið þitt skilur, þú bara ert með þessa beinu tengingu. Þá er þetta bara já, þitt. og hvort það sé þá eða seinna. Ég meina þú tengir við barnið þitt og ég veit að sömu tengingu við mína foreldra, þannig ef ég myndi sjá blóðmóður mína, skilur, í Tógó, engin tenging. Ég velti því rosalega mikið fyrir mér. Ég fór til Tógó nú í desember 2024 og ég ákvað að fara á þann stað sem að ég er ættleidd frá, sem er Vógan. Þetta er bara lítill bær. Og við ákveðum að fara þarna að kíkja. Og þá var þetta alltaf svona, þetta er alvöru moment, Sóley. Þú ert búin að vera að velta þessu fyrir þér í kannski 12 ár. Bara svona, veistu, ég er dökk en byrju, akkur ekki hinir dökkir. Þá svona, heyrðu, já, kannski á ég aðra fjölskyldu, kannski á ég, eitthvað svona. Og þá þegar ég er í bílnum að keyra annan veg, þá sest þetta meira og meira á mig. Bara svona, byrju, hvað hún ætla bara að taka mig tilbaka? Eitthvað svona, ég bara, allar hugmyndir fóru bara að blikka. En síðan fór ég svona sjálf bara svona, byrju, en hvað með mig? Ekkert eitthvað utanaðkomandi og ég svona, ég veit ekki hver þessi kona er. Ég gæti hafa labbað framhjá henni í gær, skilurðu. Engin tenging. Þannig það að vera eitthvað svona, farð þú aftur því að ég er frekar heima þar. Ég held ekki. Hvað átt þú að gera þar með þitt slátur? Nei, bókstaflega á mína lopapeysu. Ég var að fara að stikna og hita. Ég bara, Sóley, þegar búið draumur að tala við þig, þú ert ótrúlega skemmtilega. Ætlar að skrifa eitthvað meira? Já, ég Þú bara kemur í ljós, kannski. Næst þegar þú ert að vera að læra fyrir prófið eða verkefni. Já, þá kemur kannski nýr pistil. Já, það er mjög dæmigert. Sóley Lóa Smáradóttir, nemi, þakka kærlega fyrir að koma og ræða hérna við mig fordóma og rasisma og hérna, og já, samfélagið okkur og hvernig við getum gert það betra. Takk fyrir. Og Doggi, við það er meira hér handa við auglýsingar. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is